Til hamingju með nýja Samsung Galaxy símann þinn. Hér í þessu stutta myndskeiði hjálpum við þér að setja upp nýja símann og flytja gögnin þín úr gamla símanum þínum í 3 einföldum skrefum. Aðferðin í stórum dráttum eins, hvort sem þú ert að koma úr iPhone, Samsung Galaxy eða öðrum Android síma. Áður en við byrjum gott að ganga úr skugga að þú hafir allt sem þarf við höndina til að auðvelda þér uppsetninguna. Þú þarft aðgang að þráðlausu neti, notendanafn og lykilorð að Google-reikningnum þínum. Ef þú ert ekki með reikning hjá Google, hægt að stofna nýjan reikning í uppsetningarferlinu. USB-kapal til að tengja saman nýja símann og gamla símann. Einnig gott að rafhlöðurnar á bæði gamla og nýja símanum séu með að minnstakosti 80% hleðslu. Ef þú ert að koma úr Apple iOS umhverfinu, þarftu að opna gamla iPhone-in þinn og aftengja skilaboðaþjónustu iMessage, svo þú getur flutt gömlu skilaboðin þín yfir á nýja símann. Þetta gert undir Settings Messages. Ef þú vilt getur þú gert hlé á myndskeiðinu núna á meðan þú finnur allt til áður en haldið áfram. Fyrsta skrefið að tengja símann við net svo þú getur skráð þig á Google-reikninginn þinn. Við byrjum á því að velja tungumál. Íttu á Start-takkann. Hér getur þú valið íslensku og haldið áfram með notendaviðmótið og allar leiðbeiningar í símanum á þínu ástkæra og ylhýra. Eða valið annað tungumál. Hér veljum við íslensku og ítum á Byrja-takkann. Lestu og samþykktu lagalega skilmála og veittu símanum heimildir fyrir forrit og þjónustu Samsung eins og þér sýnist til að halda áfram. Næst þarf að tengja símann við þráðlaust net. Skrifaðu aðgangsorðið að netinu þínu og íttu á Tengjast til að halda áfram. Eftir smá umhugsun síminn tilbúinn að taka á móti gögnum og forritum úr gamla tækinu þínu. Ef þú vilt sleppa því að afrita, getur þú alltaf gert það síðar með því að opna Smart Switch í símanum þínum, en núna ætlum við að halda áfram með uppsetninguna og afrita forrit og gögn. Íttu á Áfram-takkann. Hér þarftu að taka fram gamla tækið þitt. Ef þú kemst ekki í gamla tækið þitt leiðbeiningunum hvernig halda skal áfram, en hér gerum við ráð fyrir að þú sért með gamla tækið við höndina. Íttu á Áfram-takkann. Nú uppfærir nýji síminn Smart Switch forritið í nýjustu útgáfu. Þegar því lokið, getur þú valið hvort gamla tækið þitt sé Android eða Samsung Galaxy, Apple iPhone eða iPad, eða jafnvel Windows Phone. Veldu Galaxy Android til að taka móti gögnum úr gamla Samsung Galaxy eða Android símanum þínum. Við veljum hér að nota USB-snúru til að flytja gögnin, en einnig hægt að flytja gögnin þráðlaust. Tengdu nýja Galaxy símann við gamla tækið með USB-snúru. Nú tengjast tækin þín saman og leitað verður að gögnum til að flytja. Nú getur þú valið hvaða gögn þú vilt flytja. Hér getur þú valið að flytja allt eða að flytja bara reikninga, símtöl, tengiliði og skilaboð. En einnig hægt að sérsníða val á gögnum til að flytja. Athugaðu að sum gögn ekki hægt að flytja. Hér veljum við sérsniðin gögn. Við veljum að flytja öll skilaboð, símtöl og tengiliði, heimaskjá og ítum á Flytja-takkann þegar við erum tilbúin. Þú þarft núna að aflæsa gamla símanum þínum og veita heimild til þess að gögn afritist úr gamla símanum og yfir á nýja Samsung Galaxy símann. Af öryggisástæðum skaltu slá aðgangsorðið þitt inn til að halda áfram. Því næst flytjast gögnin milli tækjanna. Þá Google-reikningurinn kominn inn. Þú getur valið leitarvél sem verður sett upp sem sjálfgefin í leitarreit á heimaskjánum og í Chrome-vafranum. Við mælum með því að þú verndir símann þinn til að koma í veg fyrir að aðrir en þú geti notað þennan síma án þíns leyfis. En hér verður þessu skrefi sleppt.
Við mælum eindregið með því að þú stofnir eða skráir þig inn á Samsung-reikninginn þinn, sem gæti komið sér vel, til dæmis ef þú týnir símanum þínum. Hægt að setja upp hjálparann, Google Assistant, ellegar sleppt því og gert það síðar. Þá allt klappað og klárt. Til hamingju með nýja Samsung Galaxy símann þinn. Sími sem skilur þig.